Þá er komið að Suður-Ameríku og við skulum örlítið kíkja á það sem að þið eigið að vera búin að læra. Þið eru búin að lesa kaflann og gera verkefnin og skoða þetta allt saman, en þið þurfið að þekkja landslag og náttúrufar í álfunni. Þurfið að þekkja Amazon-regnskóginn og Amazon-fljótið, þekkja til líffræðilegs fjölbreytileika og eyðingu regnskóganna, þekkja hverjar eru helstu náttúruauðlindir og atvinnuhættir í Suður-Ameríku og svo nokkur svona menningarfyrirbrigði sem að við kíkjum á í næsta glærupakka, en það eru kjötkveðjuhátíðin í Brasilíu, sambaboltinn eða fótboltinn og Copacabana, ströndin í Rio de Janeiro, forn menning í Perú og Bólivíu, það er að segja menning Inkana og það sem að hinn týnda borg, Machu Picchu, er í aðalhlutverki, og eins ætlum við að kíkja pínulítið á dans. Við getum sagt að Suður-Ameríka, sem er hérna umlukin tveimur úthöfum, Atlantshafinu og Kyrrahafinu. Kyrrahafið er hérna vestanmegin en Atlantshafið austanmegin. Og þau skip sem að vilja sigla hér á milli Atlantshafsins og Kyrrahafsins, þau þurfa ekki að sigla hérna suður fyrir Suður-Ameríku, heldur getur þau farið hér yfir Panama-eyðið í gegnum Panamaskurðinn sem að er í Mið-Ameríku og þau hafi lesið þar. Nú það talað að það séu eiginlega 3 svona megin jarðmyndanir í Suður-Ameríku: Brasilíu bergskjöldurinn, Gvæjana bergskjöldurinn og Patagóníu bergskjöldurinn og Andesfjöllin sem eru hér á vesturströndinni, og á milli þeirra eru setlægðirnar hérna sem eru hér á milli bergskjaldanna og Andesfjallanna og mynda vatnasvæði helstu fljóta í Suður-Ameríku, þar sem er náttúrulega Amazon er lang stærsta og mikilvægasta fljótið. Nú ef við kíkjum aðeins á vatn, fljót og fjöll, þá vorum við búin að tala Andesfjöllin, fellingafjallgarð, lengsta fellingafjallgarð í heimi sem að liggur hér á vesturströndinni og er í rauninni framhald af klettafjöllunum og strandfjöllunum í Norður-Ameríku, í Bandaríkjunum. Og stærsta vatnið, Titicaca-vatnið, sem er hér í Perú, að það þjónaði mjög mikilvægum tilgangi í menningu Inkana og við skoðum það seinna. Nú Atacama eyðimörkin er hér í Síle við ströndina. Hérna er þurrasta svæði á jörðinni í regnskjóli hérna við Andesfjöllin og kaldur hafstraumur þurrkar þetta upp hérna. Aconcagua, hæsta fjalli í Suður-Ameríku, er hér í Síle. Nú 2 eyjar þurfum við að þekkja í kringum við Suður-Ameríku. Það eru fyrst og fremst það hér Galapagos-eyjarnar, en það má segja það að hér sé vagga þróunarkenningarinnar. Charles Darwin var hér á ferðinni og skoðaði fjölbreytilegt dýralíf sem hafði þróast hér þegar að af því að hér hafi þetta verið einangrað og einhverjir menn sem að trufluðu þetta, og þarna komst hann á snoðir það að hugmyndirnar það náttúruvalið að hinn hæfasti lifi og hvernig dýrategundir löguðu sig að ólíkri náttúru. Aðrar eyjar þurfum við að þekkja, og það eru Falklandseyjar hér við Argentínu, hér akkúrat þvert á móti við suðaustur hluta Suður-Ameríku. Þær tilheyra Argentínu, þær eru undan Argentínu en tilheyra í raun Bretum. Bretar eiga þetta. Nú Argentínumenn gera tilkall til þeirra og ætluðu sér að taka þær yfir í kringum 1980, en Bretar þeir mættu því með mjög miklu flota sem þeir sigldu þarna suður eftir, og eftir töluvert mannfall þá tryggðu þeir yfir á sín yfir Falklandseyjar.
Nú, eins og ég sagði áðan, þá er miðbaugurinn hérna yfir norðurhluta Suður-Ameríku, þannig að fyrir sunnan, eftir því sem við erum sunnar, því kólnar veðrið í Suður-Ameríku öfugt til það sem gerir fyrir norðan miðbaug, þá kólnar það eftir því sem við förum norðar nær norðurskautinu, hér færumst við nær suðurskautinu. Mestur hlutinn af Suður-Ameríku er í hitabeltinu, að sjálfsögðu vegna þess að hérna er miðbaugur og hér er Amazonlægðin, hérna er Amazonfljótið. En hér við norðurströnd Chile og Perú er mjög þurrt. Þetta er eitt þurrasta svæði í heiminum, bæði vegna þessa kalda hafstraums og Andesfjallanna sem að mynda regnskugga. Nú gresjurnar hérna í suðurhluta álfunnar eru samsvara gresjunum í Kanada og Bandaríkjunum og eins og þar eru hérna nautgriparækt, sauðfjárrækt og maís og hveitirækt, þannig að hér eru mikilvæg landbúnaðarsvæði. Og hér eru Brasilíustraumurinn og fleiri heitir straumar, hafstraumar sem við þurfum að þekkja. Núna skulum við kíkja á verkefni sem tilheyra þessu og einnig að skoða næsta kafla sem að fjalla svona nánar Suður-Ameríku.